Það er fyrir frábær stund í Breiðholti. Já, heldur betur maður. Ólýsanleg stund. Þetta eru tilfinningarnar hjá þér núna? Mikið þakklæti og ofboðslega stoltur af öllum í félaginu, strákunum. Þannig sé bara hrærður, sko. Það var aldrei spurning í morgun eða í dag þegar þú fórst í leikinn að þetta var að fara klárast í dag? Það var mín tilfinning, sko. Við fórum bara inn í enn leik til að klára þetta og ekkert jafntefli og ég hefði verið hrikalega svekktur að þeir hefði jafnað inn í ykkur horni á 94. Ég get alveg sagt við það að þó við hefðum farið upp, þetta er það sem ég vildi, fullu völlur, geðveikar aðstæður, vinna, gott lið. Rosalega yfirspenntir í byrjun? Já, 20 mínútundum og þeir strákarnir lugu að mér. Það var bara í lagi með það og allir í fínu syngi. Þeir voru yfirspenntir og gátu ekki neitt. Og þú var sömu slóðin? Ég var rólegur þangað til á svona 70.50 þannig þá bara bullaði allt í systeminu, sko. Hvernig er tilfinningin að vera Pepsi-deildarþjálfari nú? Já, það er bara frábært og að vera þjálfari Leiknis er stórkostlegt. Það er svo mikið sem að fer í gegnum hausinn á mér og það sem er búið að gera hérna bara bólar rosalega með Steini Gísla og allt sem hann gerði og ég veit hann er hérna með okkur og Gunni Hauks og þetta lið maður. Þetta er svo miklu vinnirar. Fyrir utan náttúrulega Dodda og formanninn og þetta er bara snillingar og þau eiga þetta svo skilið. Og að tveir heimastrákar, þú og Davíð Snorri komið og kláraði þetta endalega? Já, Davíð er náttúrulega snillingur, sko. Þetta er bara frábært samstarf og það hefur verið þvílík forréttindi að vinna með honum og Ari sjúkraþjálfari og allt þetta teymi, þetta eru snillingar. Fólk áttar sig ekki á því hvað þetta eru miklu snillingar, sko. Er eitthvað erindi í efstu deild? Já, við erum búin að vinna fyrir því og við verðum náttúrulega alltaf underdogs og Greyið, FA og KR og Valur og þessi lið þegar þeir koma hérna, þeir eru alltaf bara með lose-lose situation að spila við Leikni. Þannig að við munum náttúrulega bara byrja að undirbúa okkur í október og við undirbúa okkur vel hvernig við nálgumst þetta. Ég gerir mér alveg grein fyrir þetta að vera töff en þetta verður líka hrikalega gaman og ég ætlast til þess að samfélagið og félagsmenn Leiknis og allir njóti þess og taki þátt í þessa líf og sál því að það eru þau sem hafa byggt upp hennar klúbbina. Markmiðin er ekki náð, það er bikar í boði. Bikar í boði, ekki spurning og við ætlum að sjálfsögða að ná honum. Strákunum finnst gaman að fá bikar og fagna með bikar og þeir ætla að ná því 20. september. Er það ekki snemma heim í kvöld bara og ekkert stjám? Ekki séns, það verður bara líf og fjör í kvöld. Það má allt í kvöld? Það má allt í kvöld, heldur betur maður. Við erum búin að vera helviti harði við á síðustu 12 mánuði og þeim með að sleppa sér í dag. Má fara yfir strikið eins og gert þegar Reykjavík og stillin komið fyrir það? Það er búið að setja ykkur virkirðingu sá ég í kringum sundlaugina, ég komast ekkert inn, þeir fara bara í 11 ána, synda þar, með gúta sjálfsögðu. Þú sjálfur þjálfari í Pepsi-deildinni versus fyrstu deildinni, þú ert þjálfari í það, verður í jakkafötum næst? Ef við erum í tækifæri að vinna deildina 20. þá ætla ég að vera í jakkafötum, jafnvel smoking eða eitthvað fallegt. Takk.